Hringa dróttir, hringar mig, herðir takir, hausinn að sagður eiga næstum allt en það angrar mig ekki og ég dorma hér undir hlýrri sæng við hana gaf ég hafi aldrei liðið vetur held ég hafi aldrei liðið vetur að baki vandræði og dimmu vetur og ég horfi fram á við skýin hörfa með skuggunum sem og heiðin úr þákanum það fátt sem var haggað mér og nú fyllist ég allur nýrri orku og herbergið af sól hey, hvað þarf ég mig ég held ég hafi aldrei liðið vetur held ég hafi aldrei liðið vetur að baki vandræði og dimmu vetur og ég horfi fram á við þessi dagur byrjar vel og það von í loftinu ég klár í hvað sem tek því saman höndum Íslandsmeistarinn sjálfur Árni Björn Pálsson og hesturinn Stormur frá Herjárhól til hamingju. Takk fyrir það. Við hittumst nú ansi oft á landsmóti og þú ert nú landsmótssigurvegari. Það er ekki hægt að segja annað en þetta var algjörlega frábært. Takk fyrir kærlega. Þetta var bara, ég veit ekki hvað maður á að segja. Þetta er náttúrulega, þetta er á mjög góðri leið. Hesturinn er náttúrulega stórglæsilegur frá náttúrunnar hendi og er einstakur töltari. Og þetta var náttúrulega braut blað í sögunni núna. Það hefur aldrei gerst áður að sami hestur vinnur tölt á Íslandsmóti, Íslandsmeistari í tölti 3 ár í röð. Þannig að ég held að hann sé búinn að sanna sig núna loksins endanlega, hann er kóngurinn. Þetta er það ekki svoleiðis þegar þú ert orðinn þrefaldur Íslandsmeistari á sama hestinum, er það ekki einn bikarinn, er það ekki svoleiðis? Ég veit það ekki. Ég hef svo sem ekki á móti því sko. Þannig að hann verður stofudjást ef það er svoleiðis? Já, það er það. 9-5, svona nokkurn veginn á línunni fyrir utan 1-10. Príót og persónulega hefði þetta allt saman átt að vera í 10 fyrir hægt tölt. Já, takk fyrir það. Við landsmóti gekk náttúrulega frábærlega og þetta held ég hafi verið bara ekkert síðra. Oft höfum við séð hestinn góðan og það er náttúrulega kannski landsmótssigurvegari og kannski þriðja skipti Íslandsmeistari, en það kvissaðist út alveg um leið að menn höfðu aldrei séð hægt tölt
svona eins og hesturinn var og svona jafn og góður og knapinn skælbrosandi, skellilhæðandi. Já, þetta er náttúrulega einstök tilfinning sem hann gefur manni þegar hann gengur svona og notar allan skrokkin og alla það orku sem hann hefur til þess að greppa lendina og lyfta sér upp í herðarnar og hann er orðinn svo sterkur og jafn vígur og þar leiti auðveldara með þetta. Það er búið að taka svolítið tíma en þetta er bara svo gaman að vinna með þennan hest að þetta er einstakur höfðingi. Snillingur, er hann að fara í meran núna? Já, hann fer bara núna strax á morgun. Það er beðið eftir honum og við hefum ekkert haldið undir hann fram að þessu. Bara þau eru svo góð, Arnar og fjölskylda og Herriðarhóli að treysta mig fyrir honum svona og hann er bara í þessu verkefni þegar hann er hjá mér. Svarar þú fyrir hann ef ég ætli að koma með meiri undir hann? Eigandi gerir það. Arnar og Herriðarhól gerir það, þannig að bara ringi hann. Já, hann er hérna. Hann er mættur. Kondu kallið minn, kondu bara fagnandi. Til hamingju á minn. Til hamingju með hestinn. Hér er Snillingurinn mættur, þetta er bara ótrúlegt. Til hamingju með frábæran hest. Takk. Þetta er bara alveg gjörsamlega meiri áttar. Nú út í mynd hérna, hér erum við konin í viðtal. Hvernig framleiðir maður svona hest? Þetta er hefni. Þetta er hefni? Já. Eingöngu hefni? Já. Það segja ekki meistararnir, þeir segja að þú sért með þetta. Árni vill meina það. Hann er svo hógvær kallinn. Takk fyrir þetta og til hamingju. Takk. Til hamingju Árni, þetta var frábært og flott að fá meistarann inn í þetta. Takk fyrir kærlega. Halda áfram að vera snillingur. Þú ert sannkallaður snillingur. Ég reyni mitt besta.